Norrlenska nautakjötið. Uppskrift af góðu kvöldi. Marteinn, hvernig gekk jólaverslunni hjá Kaupfélagi Skagfirðinga? Já, svona heilt yfir þá erum við bara nokkuð sátt við hvernig jólaverslunin gekk. Við fengum svona aukningu í lokin á árinu hjá okkur og erum bara, erum nokkuð sátt við hana. Á þetta við allar deildir hjá ykkur? Já, svona heilt yfir hefur verið svona aukning. Sérvaran hefur enda verið erfiðari heldur en hún hefur verið undanfarin ár og það er svona hlutur sem við þurfum að skoða. En hvernig stendur verslun á landsbyggðinni sig í samkeppni við erlendar verslanir og netverslanir til dæmis? Ég held að verslunin á landsbyggðinni standi sig bara nokkuð vel en það er náttúrulega ýmislegt sem við megum gera betur. En netverslunin er að stríða okkur mikið og er að breyta munstrinu frá því sem það var og við þurfum bara að bregðast við þeirri breytingu. Og aðlagast breyttum tímum? Já, það er bara það sem að verslun bæði hér á landsbyggðinu og annars staðar stendur fram fyrir. Hvernig finnst þér verslun hérna út á landsbyggðunum standa í síaukin samkeppni frá vefverslunum og erlendum verslunum og svo mætti lengi telja? Já, við erum hér í þessum þjónustukjarna og njótum góðs að því að hér kemur fólk af svæðinu í kringum okkur, bara reglulega og við höfum ótrúlega trausta kúnna í þessum radíus 100, 200, 300 kílómetra fjarlæg og fólk kemur reglulega til okkur, bara við erum á listanum sem það er þegar það skráir að hana kemur í bæinu og svo er náttúrulega Akureyringar alltaf traustir og góðir og svo er náttúrulega með öllum þessum ferðalögum allt þá er fólk að ferðast, bæði útlendingar og fólk af öllu landinu kemur til okkur og verslar þannig að í rauninni kannski erum við bara með í þessu öllu saman í ferð og flugi og já, sem sagt við höfum kúnna alls þar á landinu og erum að selja kannski úlpur til Kínverja sem að úlpurnar eru kannski búin til þar sem við erum að selja þeim, en þetta það er bara ótrúlega skemmtilegt, þetta er bara kraftur í þessu öllu saman. Finnurðu fyrir mikilli breytingu á markaðnum og í þessu verslunarumhverfi? Já, það er náttúrulega bara breytti tímar, hér áður en allir neti kom, þá voru bara verslanir verslaði fólk bara á Akureyri og vissi eða sem sagt fylgdist bara með dagskráni, nú er bara heimurinn undir netið, internetið og vefsíðurnar, þannig að fólk vafrar og já, þannig að maður þarf bara að vera sífellt á tánum, fylgjast með hvað er í gangi og auðvitað er þetta breytti tímar en við þurfum bara að taka þátt í því og taka tæknin í okkar þjónustýrunni. Hvernig var jólaverslun hjá ykkur hérna í Æsver? Hún var bara mjög góð, virkilega líflegt og skemmtilegt og ég held ég geti sagt með sanni að hún var töluvert betri en í fyrra þannig að það eru alltaf góða fréttir fyrir kaupmenn. Hvernig finnst þér svona á heildina litið verslun á landsbyggðunum standa? Nú eru þetta samkeppni bæði frá vefverslunum, verslunum í höfuðborgarsvæðinu og verslunarferðum erlendis. Já, klálega. Fólk eyðir mjög miklu erlendis í verslunarferðum ennþá, það er ábyggilega lítið breyst og svo er netið að taka til sín stóran part en að því sögum ekki að glemma því að það er búin að vera mikla niðurfellingar á sköttum og gjöldum á fatnað og vöruverð á Íslandi, ég vil meina að það hefur lækkað töluvert á undanfarna árum og það gerir nú það að gerir samkeppnisstöðu verslunar mun betri gagnvart útlöndum. Finnið þið fyrir núna, það er alltaf að tala um að fólk á meiri pening og fólk eyðir meiri peningum, finnið þið fyrir því? Já, það er guðsulóð, þá ríkir hagsæld í þjóðarbúskapnum og allir finna fyrir því. Það er yfirleitt bara mjög mikið að gera í verslun alls staðar á Íslandi, þannig að það er mjög gott mál. Þannig að þú ert bara bjartsýnn? Ég er mjög bjartsýnn á framtíðina og satt einmitt yfir vaktaplönum í gær fyrir næsta sumar og hér verður alltaf hvolfi næsta sumar, lofa því. Norrlenska nautakjötið. Uppskrift af góðu kvöldi.